Velkomin í Bíóbílinn, það Arnór, Heimir og engin Knútur. Við fórum á París norðursins og já, síðasti þátturinn sem við gerðum var Sin City og þá var ég skammaður fyrir það að sitja í aftursætinu þannig að ég hérna fram í. Við ætlum ekki að breyta þessu aftur. Svona. Já, við fórum á París norðursins og þetta er mynd. Þetta er kvikmynd. En það ótrúlega, þetta er íslensk kvikmynd. Þetta er íslensk kvikmynd vandamál landsbyggðarinnar og fjölskyldupólitík. Fjölskylduvandamál. Já, þetta er bara vandamál. Og risvandamál. Já, Helgi Björns sem stinningavanda. Já. Þetta er ekki spoiler út því að... Nei, það vita þetta allir. Þetta er löngu vitað. Þetta er fyrir spesmynd. Já. En fyndin, vandræðalega fyndin. Ég held samt sko einmitt með húmorinn í þessari mynd að ég held að sé mjög auðvelt að fara ekki að hlæja að henni. Já, en þú veist... Út af því að hún getur verið það vandræðalega á köflum. Hún er samt svo vandræðaleg, hún verður stundum svo fyndin, en samt svo alvarleg. Já. Að þetta svona, það er engin greinileg lína á milli. Fannst mér. Nei. Svo þegar alvarlega atriðin komu, þá var maður eiginlega að búast við einhverju svona punchline að endanum. En það er hvernig ég upplifði þetta. En eins og söguþráðin þetta er svolítið landsbyggðina, vandamálin og svona líf leikarinn Björn Thors. Já, Thors. Ég held að það Thors. Já, þetta er eitthvað enskt. Já, með T allavega. Allavega hann leikur Huga sem að býr á Patreksfirði. Við veitum ekki hvað Þetta er austan, við veitum það. Er það austan? Út af göngunum, að leiðin til Neskupsstaður, þá þarf maður að taka sér göng. Og líka þetta fjall, það er eitt fjall í myndinni sem heitir Þorfinnur. Og ef einhver hefur heyrt fjall sem heitir Þorfinnur, þá veit hann nákvæmlega hvað þetta er. Já. En já, þetta myndi fjalla Huga og hans vandamál á landsbyggðinni. Pabbi hans ákvað að heimsækja hann fer reglulega á AA-fundi. Hann fer á fundi. Hann stamar. En svo hann líka kennari sem komin í sumafrí, svo hann hefur ekkert að gera nema að fara út að skokka. Og Prins Pólo spilar undir. Já. Svona, það er kannski tónlist svona 5 sinnum í kvikmyndinni, eitthvað svoleiðis. Já, svona, 5 mismunandi. Já, cirka. Og eitt lag sem er í 2 útgáfum. Já, er það ekki titillagið sem er svona? Jú, sem er búið að, þú veist, æðislegt lag og geysivinsælt á, þú veist, í útvarpinu, mörgum stöðum, held ég. Aðalega á X-inu, held ég. Það er svona Hugi, hann er að takast af ákveðin svona vandamál í lífinu og eitt af þeim er það að hann vill í rauninni vera betri maður en pabbi sinn. Og það er svona, hann flytur í burtu, hann átti heima á höfuðborgarsvæðinu en hann flytur út á land til þess að kannski aðeins að forðast pabba sinn og forðast fyrra líf sitt og reyna að byrja nýtt líf út á landi. Og þar hittir hann náttúrulega kennari þannig að hann er í kringum börn og hann svona vingast aðeins við eitt strák sem bara kannski frekar bara einföld vinátta. En svo, má líka útskýra það að hann var nú kærasti móður hans, stráksins. Á okkur tímapunkti. Já, en hann einmitt líka takast á það að hætta með móður Alberts sem er strákurinn. Og það er rauninni Hugi, hann vill vera betri faðir en pabbi sinn var og þess vegna hann sýnir rauninni Alberti meiri áhuga heldur en móður hans og faðir Alberts, og sínum eigin föður. Sem að sækir líka á þessa fundi. Þessa Og Þeir eru 3 sem á þessum AA-fundum. Þeir er alltaf að kynna sjálfsögum nöfnum og svoleiðis. Á hverjum einastað fundi. Svo þeir veit að þekkja hvernig. Það er sko, þetta er húmorinn í þessari mynd. Þetta er svona auglahúmor dálítið. Svolítið þessi húmor sem við Íslendingar eru frægir fyrir, svona þessi þurri húmor. Það er alltaf þurrt. Getum við ekki smá vann með þessu? Já, við erum svona húmor. Búin að tala ýmis Ok, þau erum komin með ljósasjóðana. Þetta er nýtt að þetta. Ég er orðin, einhver með háljósana. Þetta er orðin svolítið blár bíóbíl. Förum ekki nánar út í það. Nei, alls ekki. Þetta er svo gluggan á eitthvað, það er mjög flott munstur. Já, það er svona næstu því, Sko, núna erum við að byrja að kjafta hvað sem hefur þetta. Það er mjög lítið til að tala um þessa mynd. Halló, ok. Það er fólk eitthvað, það er bara að fæmja á.
Af því að fá næstu mynd. Já, við fáum hana í Háskólabíó. Já, fáum hana í Háskólabíó. Við höfum að fara á aðra mynda eftir sem heitir Babadook. Já. Hryllingsmynd, hlutaði riff. Og þetta verður svona eina riff umfjöllun okkar. Líklega, já. Það hefði snillt að við hefum getað tekið svona riff viku. Flybass og riff. Og haft svona animation, haft svona lundan alltaf. Já, og svona riffað á riff eða eitthvað svoleiðis. Riffað, já. En allavega, já, gott nafn. Gott nafn. Reynum að halda okkur samt aðeins við Paris Norðurs eins og ég var einmitt að spá í því góðu hliðirnar við myndina. Það er kvikmyndatakan og tónlistin, já. Helling af flottum dolly-skotum og svona, þú veist, svona skotum af svona stillimyndum. Það er að svona flottu bakgrunnur, þú veist, af bænum og Björn Þór segja að bíða eftir einhverjum eða, þú veist, spila fótbolta með Alberti. Það lappar einhver inn eða einhver sitjandi eða eitthvað og svo er klipt í eitthvað. Það er þennan byrjunarskotið í myndina sem var bara ein taka. Já. Það er að skokka sko, já, einmitt. Og myndavélina bara alltaf hann. Já, svona. Og svo á lokum, þú veist, það er, ég veit ekki, maður eiginlega hefði að taka tíman á því skoti út af því að það er mjög langt og það er líka mjög svona smooth, það er mjög svona mjúkar hreyfingar og það fer út allt. Svo það hefði getað auðvitað klúðrast. Það var svona, þú veist, hann er hlaupandi og svo kemur hann í einhver húsi og heldur svona, það var svona samræðu milli hans og móðu Alberts. Og það hefði auðvitað getað klúðrast, sko. Og hún þurfti að aka, þú veist, af stað einhverjum bíl. Bílinn hefði getað, þú veist, ekki farið í gangi eitthvað svo þess. Hefði klúðrat tökum þegar þetta geta upp á nýtt. En, þú veist, flott taka, flott skot. Það er með spurning hvað Björn Þórs hefði þurft að hlaupa. Já, hlaupa ekki mikið fyrir þessa mynd. Það var að koma sér gott horf. Og já, við erum búin að tala svolítið mikið dollyskota fyrir það sem veit ekki hvað dollyskoti er. Það er í rauninni bara hreyfing á myndavélinni og það er sérst frekar langt. Það getur verið samhliða hreyfingu á einhverjum karakter, til dæmis einhverju hlaupandi, þá er myndavélina að elta hann á akkurat sama hraða. Svo það einasta sem hreyfist í skotinu er bakgrunnurinn. Já. Og persónurnar. Já, þetta er alltaf eins og í Flintstones þegar það er svona endalaus svona animation, svona bakgrunnur. Svona endurtekið, alltaf. En þú veist, já, sem dæmi. En hvað annað? Já, bara minnast á tónlistina, Kunz Bolo. Samti alla tónlistina fyrir myndina. Fyrir utan kannski eitt lag, sem var eitthvað erlent. Rússneskt lag eða eitthvað. Það er í útvarpinu, það er sérst Hugi tekur smá brjálæðiskast. Já. Og það er svona mjög svona rússneskt, svona pólst, rússneskur polski. Svona seinni stríðsaga lag eða eitthvað. The Precities of Það er mjög fyndið út því að það er einhvern veginn tónlistin við á ekki við þannig að það er svona býr til svona komískt atrið úr alvörum aðstæðum. Hvað annað? Leikurinn er fínn. Helgi Björns var mjög fyndinn. Hann er mjög sjarmerandi. Hann á mjög margar svona eftirminnilega línur. Og atrið. Hann næra, þú veist, leikar svona sjarmerandugur en þetta er, þú veist, svona einnig þegar hann er niðurlættur karakterinn, hann leikar það mjög vel. Björn Þórs, hann leikur hennar karakter, núna vantar okkur leikarann til þess að svona hæla leikarana, en hann leik þetta þannig að hann gæti verið bæði fyndinn og mjög alvarlegur, en ekkert svona, hann þurfti ekki að kafa rosalega djúpt að, þú veist, sýna mikið á sér, en þú veist, mikla tilfinningar, en við gátum svona að lesa það af honum. Það er að segja allar tilfinningar sem hann svona bar með sér, við gátum að lesa það auðvitað af honum, þótt að hann var ekkert að ofleika þetta. Nei. En hvernig, þú veist, túlkaði þú leikinn? Sko, eins og segir, sko, Hugi eða Björn Þórs, hann er aðalhlutverkið og hann einhvern veginn, ég veit það ekki, mér finnst hann ekki, sko, hann gerir þetta vel og eins og segir, þessi mynd hún er mjög vandræðileg þannig að það er mjög mikið af svona þögglum augnablikum. Já. Og það er svolítið erfitt, þá náttúrulega fer maður kannski að túlka bara svona annarkvort spennuna eða fyndnina sem að verður til við það að það er enginn að segja neitt og það er bara eitthvað mjög vandræðilegt að gerast. Já. Þannig að það er kannski svolítið erfitt að meta það, en leikurinn hann er góður, en mér fannst samt enginn vera í rauninni standa upp úr Björn Þórs, ekki Björn Jörundur, heldur Helgi Björns. Helgi Björns. Nei, Björn og Björn. Já, svo mikið. Björn og Helgi Björn. Já, það er mjög mikið af Björnum í þessu, eða Björnum.
fleiri tala. Já, allavega, eins og segir, sko, þó hann kannski gerir svona meira svona skemmtilega hlutverk, maður fyrir meira að hlæja því sem hann gerir, að þá finnst maður samt ekki vera, að hann stendur sig ekki miklu betur í leik heldur en Björn Thors. Þeir eru svona, finnst mér vera mjög svipaðir í leik. Hvað hétt samt leikarinn sem hann leik mannin sem hélt fundina? Minna hann heitir Svanur. Svanur. Guðmundsson. Leikarinn, já. Hann var mjög góður og hann var einmitt... Ég er samt ekki viss. Þú veist, það var eitt atriði þar sem hann var mjög fyndinn og það er næri endanum. Eða hóða svo myndi að kannski fatti hvað ég meina, en hann einmitt að skamma hina tvo á fundinum. Hann er svona heimspekingurinn í þorpinu. Já, þú veist, Hugi, hann leitar til hans fyrir ráð. En það er samt meira eins og ég fann það meira af því að hann var að ryðjast inn á lífið hjá Huga. Já, dálítið. Svona svolítið eins og hann væri svona eins og nýji pappinn í rauninni. Já, hann er, þú veist, pappi hans Huga var ekki annað til stað til þess að kenna honum, þú veist, lífsleksjur og svo. Svo þessi maður kemur inn í staðinn og einmitt eina svona, kannski alveg ráðskast með hann, en svona að leiða til svona valkosta sem að kannski myndi bæta líf hans. Jafnvel þóttist það ekki beint það sem Hugi myndi vilja. Og einmitt til þess að kannski setja því eitthvað samhengi að þá er þessi maður, hann er afi Albert sem er nemandi hjá Huga. Já, svo þetta er dálítið bara eins og ein fjölskylda býr á Patreksfirði. Þetta er ekki Patreksfirði. Þetta er ekki Patreksfirði. Nei, Patreksfirði, hann er fyrir vestan, já. Ok, Landafræði, ég kann hann ekki. Ekki mjög sterkast allir. Þetta er þorp að austan, það er svona, sem að vita. Ok, og að fara í einhvernagjöf, við erum búin að tala svolítið mikið þetta. Já. Ég gef þessari mynd bara, við erum náttúrulega með stjörnukerfið núna í þessari seríu og ég gef þessari mynd bara 3 stjörnur. Hún er góð. Myndatakan stórgóð, það er samt söguþráðurinn, hann er svona út af því að þetta er svona mikið bara atburðum sem að gerast, það er engin uppbygging, þetta er bara meira svona eitt leiðir öðru og svo bara gerast hlutir. Já, hlutir gerast. Og þú ert að fylgjast með því og það er einhvern veginn bara ok, allt í lagi. Þannig að... En maður lægir svona Já, þetta er náttúrulega leksía, þú veist, að taka ábyrgð á eigin lífi og allt það. En eins og sé, þetta er... Ég gef þessu 3 stjörnur, já, þetta er alveg góð mynd, þetta er góð íslensk mynd, þetta er náttúrulega frábær mynd að taka. Ég held að fólki sem að vann að myndinni stóð sér frábærlega, en það hefði kannski mátt að túlka annarkvort handritið einhvern veginn aðeins öðruvísi eða, maður er ekki búinn að lesa handritið, en maður veit ekki hvernig það er. En eins og sé, það er mjög mikið af svona þöglum augnablikum og þó það sé gott að vera með svona vandræðaleg eða þögul augnablik að það voru of mikið af þeim fyrir minn smekk í þessari mynd. Þannig, já, þetta er bara fínasta mynd, kíkja á hann í bíó. Já, kannski er það alveg seint, en þetta er íslensk mynd og íslenska myndir hafa komið langa leið síðan fyrsta íslenska myndin kom út, ég man ekki hvenær. En ég meina, þú veist, flott mynd að taka alltaf. 1700 og blómkál. Já, 1700 súrkál, en já, það hana. Þú veist, ég meina, þetta er flott, vel tekur upp mynd og, ég meina, þú veist, þetta lið er kannski geta, ég vona að þetta kvikmyndatökulið myndi nappa sig, þú veist, meira juicy handrit. Því þeir kunna búa til mynd, þú veist, ég myndi vera að sjá þau, kannski takast á stærra verkefni, hver veit, kannski í framtíðinni. Leikarinn er góður, þau kunna alveg, þú veist, þau fengu hlutverk sem þau þetta að leika, þau svona föður og son, þú veist, það er smá vandræðaleiki á milli þeirra og svoleiðis og þeir náðu alveg að leika það vel. Meðan maður trúði alveg að þú veist að Helgi Björns og Björn Thors var feðgar. Já, þau stóðu svo alveg vel þar. Klippingin var góð. Þú veist, ég að taka sérstaklega eftir því, klippingin var góð. Ég veit hvað hann ekki sagt. Flott mynd, flott íslensk mynd sem að hefði getað verið bitastæðar, ég veit ekki. Það er svona gaman að sjá þetta, þú veist, þetta er upprænlegt handrit, þetta er ekki byggt á bók eða neitt. Þú veist, Íslendingar þau aðeins að, þú veist, en að búið til fleiri myndir sem að eru byggð af upprænlegum handritum, ekki, þú veist, allt og margar íslenska myndir sem eru byggð á bókum. Það, þú veist, bækur, það eru ekki oftast, þú veist,
vel útfærðar yfir á kvikmyndaform. Ekki alltaf, en stundum, en það er erfitt. Það er auðvitað bara að skrifa nýtt handrit. Við erum samt ekki að segja að Mýrin eða Benjamin Dúa séu slæmar myndir alls ekki. Það er bara, þú veist, það er... Ok, við höfum búin að leggja alltaf mikið áherslu á það. Já, að taka bækur. Já. Við höfum að leggja meira áherslu á handrit og handritagerð. Ég meina, við höfum orðin fín í öðru, það er bara, við þurfum að efla okkur í þessu, svo getum við ekki ennþá betri myndir. Já, meiri áherslu á ritið en ekki dritið. Það sem hann sagði. Já. Ég gef þessari mynd 3,5 út af því eða 7. Í 7 af 10. 3,5 af 5 stjörnum. Við erum með stjörnukerfi. Stjörnusnakk. En já, ég meina, já, 3,5 er mynd sem að var svona bæði og, þú veist, en meira svona og. Mér líka hana, ég sá alls ekki eftir það að sé hana, allavega. Svo hún fær 7. Ok. Eða 3,5. Í stjörnukerfinu. En það er reyndar ein spurning sem að þessi mynd svaraði ekki, svona að lokum. Hvar eða hvað er París norðursins? Enginn veit. Það er aldrei sagt það í myndinni, það er aldrei talað um París, það er talað um Thailand, Ísland og Portugal. Hvað er París norðursins? Ok. Allavega. Við munum aldrei finna út. Nei. Þessi mynd sagði okkur það ekki, svo við þurftum að helst að fara að byrja að leita því. Bara helst núna. Bara núna. Við ætlum að fara að leggja af stað og reyna að leiða Ísland og reyna að komast aftur hingað svona miðnætti að fara á Babadook. Já. Ekki? Það er það, við sjáumst í næsta Bíóbíl-þætti með Knúti og sérstökum gesti. Kannski náum við að verpa út einu gesti. Kannski. Við erum ekki viss. En það kemur ljós. Gesturinn ekki búinn að svara. Við erum það vinsælir, greinlega. Fylgist með í næsta þætti þar sem við munum fara yfir myndina Babadook. Dúkka baba. Við kveðum að sinni og takk fyrir okkur. Já. Bye.